Stjórnvöld hafa á fáum mánuðum gerbreytt lögum og reglugerðum raforku. Orkufyrirtækin fagna en umhverfisverndarsinnar óttast að byggðar verði fleiri virkjanir á kostnað náttúruverndar. Rússlandsher hefur gert harðar árásir á Úkraínu síðasta sólarhring, drepið 20 manns og sært rúmlega 140. Úkraínuforseti segir þetta einar mestu flugskeita árásir á landi síðan stríðið hófst. Úrslitastundin rennur upp á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í kvöld þegar Spánn og Argentína mætast. Það verður ekki lýsi, heldur list sem fyllir gömlu tankana á Raufarhöfn. Fyrstu sýningarnar hafa þegar laðað að sér gesti og hljómburðurinn þykir einstakur. Íbúum í Breiðholti hefur fjölgað tímabundið í sumar. Í þeim hópi fiðrað ungviði með liðamótalausan háls. Gott kvöld, við erum fyrr á ferðinni í kvöld vegna úrslitaleiks HM sem byrja rétt fyrir klukkan 7 og þar takast Spánn og Argentína á heimsmeistaratitilinn í fótbolta. Á síðustu vikum þingstarfa í vor setti umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra skýrari ramma vindorkuvinnslu og viðskipti með raforku. Samtök orkuveitufyrirtækja fagnaði að stjórnvöld taki á orkumálum en umhverfissinni segir störf ríkisstjórnarinnar einkennast af ágengri stefnu gegn náttúruvernd. Okkur líst bara vel á þessi skref sem hafa verið stigin af hálfu stjórnvalda að undanförnu. Við Geirinn finnur fyrir því að það er meiri skilningur hjá bæði núverandi ríkisstjórn og stjórnvöldum en ekki síður í þinginu til þess að takast á við orkumál. Störf umhverfisráðherra hafa ekki vakið jafnmikla lukku meðal umhverfisverndarsinna. Þetta er gert undir yfirskini orkuskipta en tölur samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda eru þannig að það er engin árangur náðst síðastliðin 20 ár. Við þurfum að fá heiðarlegri umræðu það hvað er verið að gera. Er verið að draga úr losun á að minnka auka samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda eða á bara að byggja nýja virkjanir. Stjórnvöld hafa gert talsverðar breytingar á lagaumhverfi raforkumála síðan í vor. Í maí samþykkti Alþingi breytingar á raforkulögum sem ætlað að skýra leikreglur í raforkuviðskiptum. Ráðuneytið kynnti síðan reglugerð gagnsæi og háttsemi og heildsölu orkumarkaði til að sporna gegn markaðsmisnotkun og innherjasvikum. Í júní breytti þingið jöfnunargjaldi á raforku sem verður til þess að jafna rafmagnskostnað milli þeirra sem búa í bæjum og sveit. 3 virkjanakostir færðust í nýtingarflokk rammaáætlunar. Ráðherra hefur sett stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfisins í samráðsgátt og boðað breytingar á því hvernig nýjar virkjanir greiða fyrir því að tengjast í. Loks samþykkti þingið líka ramma umhverfisráðherra vinslu vindorku, þar sem tekið fram að vindaflsvirkjanir verði eins og aðrar innan rammaáætlunar. Ég held að það sé gott að fá ný lög, þar sem rammin skýrari, en þetta er náttúrulega fyrst og fremst þess að styrkja vindorkuframleiðslu hjá Landsvirkjun og öðrum sem hafa grunnorku til að bæta upp þegar vindinn lægir. Finnur segir tímann þurfa að leiða í ljós hvernig til hafi tekist með stefnumörkun í vindorku, en segir mikilvægt að stjórnvöld gerir ráð fyrir vindorku í kerfinu. Vindorkan verður allavega eina meginstoðunum í raforkuframleiðslunni á landinu til framtíðar. Á síðustu árum hefur einkafyrirtækjum í auknum mæli gefist færi á að koma að orkuvinnslu, sölu og dreifingu orku. Finnur fagnar því að þingið hafi samþykkt lög raforkuviðskipti. Þau eigi að auka gagnsæi og traust og einfalda eftirlit með markaðnum. Allt þetta ætti að vera til þess fallið að við getum fengið fleiri aðila inn á markaðinn til þess að keppa að framleiða og selja neytendum orku og aukin samkeppnir í þágu neytenda. Hann segir græna orkuöflun vera umhverfis- og loftslagsmál, en Árni efins að aukin orkuöflun ein og sér dugi til. Þetta miðar ekki að náttúruvernd, þetta miðar ekki að því að stofna þjóðgarð á miðhálendi Íslands eins og langflestir held ég vilji, vernda hálendið. Þetta miðar að aukin orkuframleiðslu og þeim er slétt sama hvort það eyðileggja Þjórsárver eða ekki. Út í heim, þúsundir Úkraínumanna hafa síðustu 3 daga mótmælt brottrekstri varnarmálaráðherra landsins úr ríkisstjórn. Rússlandsher gerði í nótt umfangsmiklar árásir víðsvegar landið og drap hið minnsta 20 manns. Rússlandsher beindi árásunum á höfuðborgina Kív og fleiri borgir.
Stjórnvöld í Úkraínu segja herinn hafa drepið 20 manns og sært rúmlega 140 síðasta sólarhring. Ударів багато було балістики, один з найбільш масштабних ударів сьогодні. Skotmörkin voru meðal annars markaðir og heimili. Тривога включили. Потім тільки не встигла та саме тривога, воно зразу вибух. Вибух і затрясло весь дом. І окна порозкривало, балкон розкрило. Оце таке. А потім ми вже вийшли з дому. Fyrrum kvöldið var efnt til mótmæla í Kív og fleiri borgum vegna uppstokkunar í ríkisstjórn. Varnarmálaráðherrann var látin taka pokann sinn og við það eru mótmælendur ósáttir. Ми хочемо досягти змінення рішення звільнити пана Федорова. Він наша надія. Коли під час того, коли він був на посаді, ми відчули, ми побачили дуже великі зміни. Ráðherrann hefur notið hylli og margir þakka honum aukinn þunga í árásum á olíuinnviði í Rússlandi. Sambandans við hershöfðingja landsins hefur verið styrkt og það talin ástæða brottvikningarinnar. Efnt hefur verið til mótmæla síðustu 3 daga. Úkraínuforseti kveðst taka kröfurnar til greina. Þingkosningar verða í Rússlandi í september og stjórnarandstæðingar sem hyggja á framboð fá að finna fyrir járnkrumlu Kremlar. Eitt að hlaut á dögunum dóm fyrir að sýna mynd af Alexei Navalny og fær ekki að bjóða sig fram. Frambjóðandinn heitir Boris Nadjestin. Eftirnafn hans dregið af orðinu Nadjesta sem þýðir von og því þótti það táknrænt að hann ætlaði að reyna að bjóða sig fram og vekja vonum betri tíð. Svo verður þó ekki, því Nadjestin hlaut dóm á föstudag og það þýðir að hann megi ekki bjóða sig fram. Dóminn hlaut hann fyrir að hafa vorið 2023 birt mynd af öðrum stjórnarandstæðingi, Alexei Navalny, á samfélagsmiðlum. Nadjestin þarf að borga sekt sem jafngildir 1700 íslenskum krónum. Stuðningsmenn hans fjölmenntu í dómsal á föstudag. Вот как-то так. Настроение у меня, в принципе, хорошее, потому что главный результат, что я остался жив, на свободе. Ну и в России, я раньше говорил, хорошо, что я в России, говорил я, но теперь мне помогает это делать государство. Я теперь в России, видимо, уже навсегда. Nadjestin var einnig settur í farbann. Hann einn fárra stjórnmálamanna í Rússlandi sem tala opinskátt gegn stríðsrekstrinum í Úkraínu og stjórnarháttum Pútíns. Hann ætlaði að bjóða sig fram til forseta 2024 og fólk stóð í röðum til að leggja undirskrift sína við framboðið. Það var á lokum úrskurðað ógilt af stjórnvöldum. Kosið verður til þings og héraðsstjórna 20. september. Kosningarnar eru á viðkvæmum tíma fyrir stjórnvöld. Stríðsreksturinn tekur sífellt meiri toll af efnahagnum og langdrægar drónaárásir Úkraínumanna á olíuinnviði hafa leitt til eldsneytiskreppu. Rútufyrirtæki Guðmundar Tyrfingssonar á Selfossi hefur fjárfest í 15 nýjum rafmagnsrútum þar sem af ári fyrir 1 milljarð króna. Mikil ánægja með bílana sem allir koma frá Kína. Fyrirtæki rótgróðu fjölskyldu fyrirtæki stofnað 1969 og Guðmundur Tyrfingsson sjálfur enn við störf hjá fyrirtækinu rúmlega nýræður. Nýlega voru 9 rafmagnsrúturnar til sýnis fyrir gesti og gangandi og höfðu allir ánægju af að fagna þessum áfanga í sögu fyrirtækisins. 15 nýjum rafmagnsrútum í öllum stærðum. Og það gaman að sjá allar rafmagnsrúturnar hérna á hlaðinu. Þær reynast mjög vel en allar koma þær frá Kína. Þetta rútur sem fara í alls konar verkefni hjá okkur. Suma fara í Reykjanesbæ, ykkur fyrir vegagerðina, ykkur í hópferðir. Þannig að þetta bara svona sambland af alls konar stærðum og gerðum. Og hvað draga þar langt? Hvað þetta að keyra þar lengi? Svolítið misjafnt stærð á bílum í rauninni. Minni bílarnir 300 km, stærsti 15 metra bílun okkar 600. Fyrirtækið með stórt hleðsluplan þar sem rúturnar eru hlaðnar. Tyrfingur segir allt annað að keyra rafmagnsrútu heldur en hefðbundna dísil- eða bensínrútu. Þetta gjörólíkt. Líður áfram og heyrist ekki í þessu, þetta bara yndislegt. Og hver svona upplifun farþega? Bara mjög góð. Fáum gríðarlega góð og jákvæð viðbrögð og fólki finnst þetta bara frábært. En mikið sparnað með kaupunum á rafmagnsrútunum eða hvað? Til lengri tíma séð þá spurum við fullt af penningum á þessu, já. Þetta dýrt í innkaupum, dýr fjárfesting, en hún á þetta að skila sér á næsta árum.
Já, nú farið að styttast í úrslitaleik heimsmeistaramóts karla í fótbolta þar sem Spánn og Argentína berjast titilinn. Spánverjar koma víða saman og mættu snemma í miðborg Madrídar í dag. Victoria de España 3-1, lo hemos demostrado todo el mundial, todos buenos partidos, tenemos muy buenos jugadores y gol de Oyarzabal, de Lamine y de Cubarsí. ¡Vamos España! Vamos a ganar 3-2. ¡Vamos España! Ekki stemmingin eitt síðri hjá þeim Argentínumönnum sem fylgjast með leiknum í Bandaríkjunum. Obviously, the vast majority of people are Argentinians. We are a very special bunch. We live football way beyond just the game itself, and you will see that happening and transpire every layer today. So it should be a really good game. I'm really looking forward to winning now. Vamos Argentina. ¿Cómo fue que organizaron este encuentro? ¿Quién dijo tenemos que ir? De una, vivimos acá y venimos a estar con nuestra gente. Já, hér heima kemur fólk líka víða saman til að horfa á leikinn. Í miðbæ Reykjavíkur eru stuðningsmenn Spánar og þar Ástrós Sigríðardóttir fréttamaður. Já, hér mikil stemming, hér hópur Spánverja sem eru búsettir á Íslandi, búin að koma sér fyrir í Austurstræti og ætla að horfa hér saman á leikinn á stórum skjá. Og einn þeirra José Palmero. Ja, José, hvernig líðanni núna þegar stutt í leikinn? Við líður svo spennandi að við vonum að Spánur að vinna þessu leikur og við erum bara allir Spánverjar hérna. Ertu bjartsýnn? Ertu bjartsýnn? Já, það það. Og bara eftir að Spánur að vinna það bara stóra partíð í kvöld. Það mikið af fólki hérna sem saman? Allir bara Spánverjar, það koma hérna því það Tony var að gera hérna úrlýsinga og það bara mjög fín. Þetta gaman. Og Argentínumenn fagna líka og fögnuðu þegar Argentína komst í undanúrslitaleikinn og þeir eru jafnvel að bætast hér í hópinn. Já, það getur verið, það spennandi, það engin veit að hvað verið að vinna Argentína og Spáni. Við vonum það Spáni, því við erum Spánverjar og það er bara sá til. Þannig að þetta leikur verið. En hvernig ætlaðu að fagna ef að Spánn vinnur? Já, þetta var bara rosalega, við erum bara alveg crazy. Okay, we are celebrate like viva España, viva España, viva Andalucía, viva Granada y viva Málaga. ¡Arriba! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Já, það lítið annað en að bíða og sjá hvernig leikurinn fer en það ljóst að það bæði spenna og bjartsýni hjá stuðningsmönnum beggja liða. Já, það vantar alltaf ekki stemminguna. Takk fyrir þetta, Ástrós. En gamlir lýsistankar hafa öðlast nýtt líf á Raufarhöfn. Endurbætur standa yfir og í framtíðinni verða þetta ekki lýsistankar, heldur listatankar. Hérna lýsistankarnir sem voru byggðir á 1938 til 40 og voru í notkun að ég held til 2005, frekar en 2003 fyrir lýsi. Það verið að breyta þeim í listatanka. Hugmyndin kviknaði 2021 og ef allt gengur eftir verða til 2 glæsileg rými fyrir ýmsar listasýningar. Framkvæmdir ganga hægt en örugglega enda mikið verk. Fjármagn til verkefnisins kemur frá innviðaráðuneytinu og ætti að duga til að ljúka endurbótum. Það var ég sem óvart spurði hvað á að gera við lýsistankana. Já, og fartölvan, þá sækir þarna og áður en ég vissi af þá var ég komin með 2 lýsistanka, mín ábyrgð. Það dálítið skemmtilegur hljómburður hérna. Það að segja, hann mikið bergmál. Hann ekki eins skýr eins og í kirkju, þar hann aðrir galdrar í gangi, en samt sem áður mjög fallegt. Fyrstu sýningarnar hafa þegar verið settar upp. Heiðurinn af þeim á smiðurinn sem sér endurbæturnar sem vill svo skemmtilega til að líka myndlistarmaður. Uppalega átti bara að vera sýning hér, en ég splittaði henni upp og breytti henni af því að það var svo mikil fyrirferð í þessum smiðum hérna. En þarna inni hljóðmynd
úr verksmiðu. Hér sem sagt nýfarin verksmiða og ómur af verksmiðu inn í tankinum. Og svo í rauninni hérna fley sem ég að setja saman í síðasta skipti. Í hinum tanknum Pétur einnig með sýningu sem hefur vakið mikla athygli. Í rauninni verk sem ég gerði svona lítið og stækkaði upp núna og bara að máta þetta. Þetta svona eins og maður flytur eitthvað á tónlist, maður flytur hann aftur í öðru rými. Og verk mín eru mjög mikið þannig, þetta eru element sem ég að þvælast með. Þetta bara eins og þetta var hérna, það bara pollur af rigningavatni og möl sem var komið með hérna inn. Þú veist, í rauninni ég ger ekkert annað en að setja upp hérna einhvern skúlptúr. Já, og við þeytumst landshornan á milli því íbúar Breiðholtshverfisins í Reykjavík af ýmsum stærðum og gerðum, en þeir nýjustu eru líklega þeir allra krúttlegustu. Þeim þykir langskemmtilegast að svipast í skóginum og geta snúið höfðin í hálfhring án vandræða. Falleg skógarbelti, lyngmóar og melar í kringum Breiðholtið eru skemmtilega leiksvæði. Sömuleiðis Elliðaárdalurinn fyrir ofan stíflu. Fuglalífið fjölbreytt og mátti meðal annars sjá stokkönd, hettumáf og grágæst þar í dag. Aðrir fuglar eru ekki eins sýnilegir og mikil fyrirhöfn að koma auga á suma. Eyruglur í þeim hópi. Þennan eyruglu unga var erfitt að festa á filmu, en því náði Ásta Magnúsdóttir áhugaljósmyndar á föstudaginn. Unginn sá forvitin mjög og með að því virðist alveg liðamótalausan háls. Hann á 3 systkini og komu þau öll úr eggjum sínum fyrir í sumar eða vor í skóginum milli Elliðaá og Hólakverfis. En nú hafa Breiðholtsungarnir flutt sig í aðeins meiri rólegheit fjarri mannfólkinu. Heimilisfangi verður ekki gefið upp. Þar verður erfust áfram gaman að lifa fyrir uglur en kannski ekki svo mjög fyrir hagamís. Og það var veðri. En beinir hæðin suður af landinu til okkar suðvestlægum áttum með vætu. Suðvestan 8–15 metrar á sekúndu á morgun, hvassast norðvestan til og í Öræfum þar geta verið varasamar aðstæður fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Rigning með köflum vestanlands en þurrt og áfram hlýtt fyrir austan. Nánar veðrið að loknum fréttum. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Stjórnvöld hafa gerbreytt lögum og reglugerðum raforku frá því í vor. Orkufyrirtækin fagna en umhverfisverndarsinnar óttast að byggðar verði fleiri virkjanir á kostnað náttúruverndar. Rússlandsher hefur gert harðar árásir á Úkraínu síðasta sólarhring. Drepið 20 manns og sært rúmlega 140. Úkraínuforseti segir þetta einar mestu flugskeyti árásir á landi síðan stríðið hófst. Úrslitastundin rennur upp á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í kvöld þegar Spánn og Argentína mætast. Það verður ekki lýsi heldur list sem fyllir gömlu tankana á Raufarhöfn. Fyrstu sýningarnar hafa þegar laðað að sér gesti og hljómburðurinn þykir einstakur. Íbúum í Breiðholti hefur fjölgað tímabundið í sumar. Í þeim hópi fiðrað ungviði með liðamótalausan háls. Fréttatíminn á enda. Við förum að skipta yfir á HM-stofuna en minnum á útvarpsfréttir klukkan 10 og svo erum við alltaf á vaktinni á rúv.is. En Rómverjar til forna kenndu heitasta tíma sumarsins við stjörnuna Sirius sem var líka kölluð hundastjarnan. Þaðan orðið hundadagar komið inn í íslenska almanaki og þeir standi við núna. Og á Árbæjarsafninu var degi íslenska hundsins fagnað í gær og kveðjum ykkur með myndum af nokkrum borðalögðum fyrirmyndarvoffum. Verið sæl.